Ég flúraði hana píku á mig hérna á knéð. Þannig að ég get alltaf sagt að ég gæla með 2 píkur. Já. En það Eina á hnénu. það er eina tattúið sem ég er mjög sátt með sem ég gerði sjálf á mig. Já. Það er svona blóm með svona píku í miðinni. Einmitt. Klassískt. Ég ætlaði einmitt að fara út í það. Já. Sko, já, ég sé þetta flúr. Þetta er alveg flott. Já, það ekki. Jú. Mér finnst það alveg cool, sko. Ég man ekki hversu, sko, voru línunar alveg allar? Já. Já. Það er rauðan það, ná. Já. Ég gerði þetta líka, þú veist, bara hvað hitt ég fyrra? Já. Þú veist, hver er pælingin að fá sér píku? Ég teiknaði þetta þegar ég var svona 18 ára. Já. Og mér fannst þetta ógeðslega cool teikning. Já. Og amma var eitthvað að kommenta á þetta myndina, sko. Já. Og hvað er þetta? Er þetta blóm lífsins? Ég eitthvað, nei, amma, þetta er píka. Mér fannst eitthvað svo fyndi bara hvernig fólk leita á þetta. Já. Bara sem teikningu. Og því það var svona, er þetta blóm? Er þetta píka? Já. Og ég svona, já, mér finnst það alveg cool, sko. Þannig að ég ákvað bara að skella sami. Já, en var þetta ekki svona blóma píka einhverja? Jú, þetta er blóm, Já, skilji. jú. En þetta er blóm lífsins, Já. eins og amma segir. Blóm lífsins. Ömmur er alltaf með svona gott spinn og allt, sko. Já. Nei, líka hún var að þykjast, bara vita ekki hvað þetta var. Já. Ég var bara, amma, þú veist alveg hvað þetta er. Já, það væri spurning hvernig að amma myndi taka í og ég fengi með tippatatú, sko. Já, bara Hvað er þetta, Óli minn? Já, það er, ég mæli frekar með píku, það er svona, það er einhvern veginn, vera cool, sko. Já, það líka bara, það hljóðum bara eins og sé eitthvað djók ef að gæði ætlar að fá sér tippatatú. Já. Þetta var ekki eitthvað djóktatú, þetta var... Nei, líka bara, þú veist, ég er með nakta gælu hérna, ég myndi aldrei fá með nakin gæja hérna bara á hundina, sko. Ég held einmitt við vorum að tala með þetta einhvern tímann. Já. Það er bara eitthvað weird að er með einhvern allsbæran kall. Já, og líka bara konur eru bara svo ógeðslega fallegar. Já. Og við erum svo miklu meira svona aesthetically pleasing. Já. Þannig að... Skemmtilegra að horfa á konur en kalla. Já. Þannig að ég myndi væntanlega að fá mér frekar nakta konu. Já. Það er einhvern veginn, það er bara eitthvað svo weird að því að maður hefur alveg, þú veist, ég var náttúrulega gert einhvern tímann einhver að kalla, sko. Já. Svona einhver styttur. Já, en leiðu þetta er orðin bara, þú veist, ég gerði einu sinni svona vassbera sem var bara eitthvað svona alveg matsjó kall, sko. Það var alveg bara svolítið gay, sko. Þú er bara með eitthvað gæja með sixpack og samt, þú veist, alveg sama hvað það var vel gert, sko. Það var svona, þú veist, þetta er alltaf einhver allsber kall, sko. Það halda allir sér, ég sé mjög gay, ég er með hérna naktakonu hér, 2 hér. Já. Þú veist, það er bara aðeins og mikið af boobies and ass á mér, sko, en mér finnst það bara flott, skilur ég. Já, það er bara góðlega. Ég er líka með fullt af konuntatúm, sko. Reyndar engan skrokk held ég, sko. Bara andlit. Nei, ég var að fara að skella á því, ég var eitthvað plás. Já, það er, ég er með á rassinum plás, sko. Já. Há maður að vera með kettlingu á rassinum. Kannski. Ég held það. Þú hefur ekki séð hann að flúraða gæðinu sem að vinsalisti gæðin í fangilsinu. Nei. Með risa andlit á bakinu og svo er raskinnandan á honum brjóstin á gælunni. Oh my god. Vinsalistur í fangilsinu, sko. Úff. Það er ræðilegt. Já. Jesús. Ég skil ekki alveg þá pælingu, sko. Það var frekar weird. Já. Breyta raskinninu sínum í brjóst. Nei. Það er hægt að nýta þetta pláss betur en að vera með bara sikkvara geirvörtuna Já. á sikkvari raskinni. Það er pínustegt, sko.